Góðan dag, velkomin í þessa kynningu sem að fjallar samstarfsverkefni vellíðan og heilbrigða vinnustaðamenningu í leik- og grunnskólum og þessi hluti fjallar hugmyndafræðilegan grunn verkefnisins. Ég Sigrún Gunnarsdóttir og ætla að kynna þennan grunn hérna í nokkrum orðum sem ég vona að þér þyki áhugavert og fróðlegt að fylgjast með. Til að rifja þessu upp, þá vitum við að sálfélagslegir þættir í vinnuumhverfinu eru margir og þeir eru svo mikilvægir fyrir vellíðan starfsfólks. Í fyrsta lagi eru það ábyrgðin og gildin og væntingarnar sem að skipta svo miklu máli og líka allt sem snýr að samskiptum og vinsemd og sjálfum okkur, hvernig við komum fram og hvort að við séum í raun og veru að koma fram af auðmýkt sem að er svo mikilvægur liður í því að skapa traust og traust er jú grunnurinn að þessu öllu. Þetta er til mjög mikil þekking og hún hefur verið tekin saman og sett fram í líkani sem að er rammi verkefnisins og í þessari kynningu ætla ég að rýna ofan í það sem að þetta líkan byggir á, fara nánar ofan í það. Af hverju eru þetta verndandi þættir í vinnuumhverfinu sem að líkanið byggir á, það er að segja, af hverju er stuðningur í starfi svona mikilvægur fyrir það hvernig okkur líður, af hverju er ábyrgðarskyldan svona mikilvæg og hvers vegna er það sem að tilgangurinn þarf að vera skýr svo okkur líði vel. Og allir þessi þættir sem að móta það sem að ábyrgðarskyldan okkar snýst rammi starfsins, er grundvöllurinn að því að við blómstrum í starfi, að við séum að hafa áhrif, nota þekkingu okkar, breyta þess út af, en alltaf innan rammans. Og þetta snýst það að við séum öll virk, við njótum valdeflingar, empowerment, og við getum haft forystu marga með þessu trausti sem allt byggir á. Ábyrgðin skapar traust og ábyrgðin er manni falin af því að manni treyst fyrir einhverju. Það snýst allt traust og við styðjum hvert annað vegna þess að aðrir treyst okkur. En það er rammi sem skiptir svo miklu máli og ef hann er ekki klár, þá skapar það bæði óöryggi og eins líka aftrar okkur í því að hafa þessi áhrif, nota þekkingu okkar, skapa eitthvað nýtt því að við vitum ekki alveg í hvaða ramma við getum hreyft okkur. Förum þá yfir þetta. Hvers vegna er skýr tilgangur starfa svona mikilvægur fyrir vellíðan í starfi? Þetta er grundvallaratriði, svona byrjunarreiturinn, hver er tilgangur okkar í skólanum? Hver er tilgangur starfana? Þegar er að ræða skóla, er náttúrulega engin vafi á því. En það getur verið að það þarf að móta þennan tilgang, hann kannski hljómar ekki alltaf eins, það eru áherslu munur og nýr starfsmaður. Hann þarf raunverulega að heyra það svolítið skýrt hver tilgangurinn er. Kannski kemur ekki óvart hver hann er, en maður þarf samt að heyra það og tala mjög oft hann með mismunandi hætti, kvölds og morgn og miðjan dag helst. Vegna þess að skýr sýn á tilgang, bara tilgang lífsins, tilgang starfa, tilgang viðfangsefna, skapar ákveð öryggi, eflir ánægju og glæðir lífshamingjuna. Og það eru til fjölmargar rannsóknir sem sýna það að ef að verkefnin eru ekki tengd mikilvægum tilgangi, þá drífur hamingjan ekki nógu vel. Hún endist ekki eins lengi. Það er náttúrulega voðalega gaman að gera eitthvað sem er spennandi og fara okkur á tónleika eða gera eitthvað rosalega skemmtilegt í stuttan tíma. En það lyftir ekki lífshamingjunni á svipaðan hátt og það gerir ef að ofan á það bætist svo mikilvægur tilgangur. Og það er það sem er kjarninn í hamingju og kjarninn í starfsánægju. Og er mjög mikil verðmæti fyrir hvern og einn vinnustað. Tilgangur starfa er mjög mikil, í honum felast mjög mikil verðmæti. Til dæmis vegna þess að innri starfshvöt, hún byggir á þessum tilgangi. Hún byggir líka á sjálfræði okkar og færni, eins og þessi skýringamynd
sem kemur frá Daniel Pink. Hann einn af þeim sem hefur skilgreint innri starfskvöt mjög vel og teiknaði þessa skýringamynd. Tilgangurinn fléttast við sjálfræðið og fléttast síðan við færni okkar í starfi. Þegar þetta þrennt fer saman, þá verður til það sem heitir innri starfskvöt, intrinsic motivation, sem mjög mikill drifkraftur og bensín á þessa vél sem skapar starfsánægju, gleði, ánægju í starfi. Ef þetta fer saman. Við vitum hver tilgangurinn við höfum sjálfræði til að nota þekkingu okkar og gera þetta svona svolítið eftir okkar sannfæringu, þekkingu og svo framvegis, og við höfum færni til þess. Þá verður til þetta sem heitir innri starfskvöt, sannarlega til ytri starfskvöt, og ef maður væri í háskóla, segjum það, þá væru prófin og punktarnir og einingarnar ytri hvötin, en innri hvötin af hverju að gera þetta? Hvað áhugavert við þetta? Hvað læri ég af þessu? Ytri hvatarnir eru mikilvægir, en þeir drífa ekki vélina sem keyrir áfram ánægjuna. Þeir virka á allt annan hátt, ytri hvatarnir. Sannarlega þurfum við laun, enginn að gera lítið úr því, en þetta bara virkar allt öðruvísi. Þeir eru ytra. Innri hvatar og ytri hvatar. Og innri hvatarnir hafa svo sterk tengsl starfsánægju, en þeir falla oft í skuggann fyrir ytri hvötum. Innri hvatarnir snúast starfið sjálft og ánægjuna í starfinu sjálfu, mikilvægi, merkingu og tilgangi starfsins. Innri hvatarnir snúast líka það að við getum notað hæfileika okkar í starfinu, færnina, þekkinguna, snúast líka það að við finnum umbun í starfinu sjálfu, bara kannski bros eða þakklæti einhvers sem að njóta þjónustu okkar eða við erum að kenna eitthvað slíkt. Og þetta snýst líka það að læra og vaxa í starfinu, halda áfram og gefa af sér í starfinu. Þetta eru innri hvatarnir og þeir hafa mjög sterka tengingu við starfsánægju og skapa hérna raunverulegu gleði og ánægju. Og við vitum oft tala það sem að talar vex, og þess vegna mikilvægt að tala það sem að skapar innri ánægjuna, eru innri hvatar, til þess að þeir stækki og hafi meiri áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við njótum starfsins, blómstrum. Næsta þetta snýst tilganginn í rammanum. Næsta það sem ég ætla að útskýra hérna aðeins með vísan í þekkingu það, að hafa áhrif á störfin okkar. Það líka sá þáttur sem verndar okkur mjög mikið í starfi, verndar okkur til dæmis ef álagið mikið, ef við getum haft áhrif á störfin, á einhvern hátt haft áhrif sjálf á störfin, þá verndar það líka líðan okkar. Og ég ætla að taka hérna dæmi hugtak sem snýst að hafa áhrif á störfin sín og heitir starfsmótun, heitir job crafting á ensku. Þetta kom hérna fram fyrir nokkrum árum eða áratugum, ekki samt mjög langt síðan. Og aðalhöfundurinn heitir Vresnieski og í Yale háskóla og hún skilgreinir þetta og þau hennar samstarfsfólks þannig að þetta það sem að starfsmaðurinn gerir sjálfur til að móta svolítið störfin sinn til þess að leggja rækt við áhugan og starfsánægjuna og þrautsegjuna og blómstra. Hvað gerir starfsmaðurinn sjálfur svona til að móta starfið sitt? Og þetta hefur verið skoðað mjög mikið og ég ætla að fara aðeins yfir í það. Hérna. Það talaði þrískiptingu. Það talaði að maður móti starfið sitt út frá viðfangsefnunum. Bara hreinlega viðfangsefnum. Ég raðaði með öðruvísi, gerði annar í röð og eitthvað slíkt. Maður að beinlínis að móta aðeins viðfangsefni starfsins hjá sér. Maður er alltaf með sömu útkoman í huga en maður svona nálgast á annan hátt. Næsta það sem snýr að tengslum. Að maður mótar tengslin, kraftar það svona eins og maður var í handafinu. Maður mótar tengslin, maður kannski kýsa að vinna með ykkurum öðrum eða fá leiðsögn frá öðrum, eitthvað slíkt. Það eitthvað tengsl sem að ég get haft áhrif á sjálf, sem að hjálpa mér að njóta starfsins betur, vinna með ykkurum í teymi eða fá ykkur leiðsögn og hugmyndir frá öðrum. Og þriðja víddin í þessari starfsmótun,
þetta að krafta starfi sitt, það er það sem heitir á ensku cognitive crafting, eða maður er að móta svona vitsmunalega nálgun eða viðhorfin til starfsins, og þar kemur inn í hvaða viðhorf hef ég til starfsins, hver er tilgangur þess að starfa, hvaða merking er í þessu starfi, af hverju er ég í þessu, hef ég ánægju af þessu, sé ég tengslin við eitthvað mikilvægt sem mér finnst mikilvægt. Þetta þrennt hefur mjög mikil áhrif á hvernig okkur líður í starfi þegar starfsmaðurinn mótar og aðlagar starf innan ramma og samkvæmt markmiðum starfsins. Starfsmaðurinn er studdur til þess að gera þetta, hann fær hvatningu til þess, en hann gerir það sjálfur. Til þess að bæta það sem maður kallar svona samsömun við eigin þekkingu, hæfileik og hvatningu, og þarna er traustið algjör grundvöllur. Vegna þess að maður fær ekki umboð til að móta starfið sitt nema manni sé treyst til þess. Starfsmaðurinn mótar, þróar og aðlagar viðfangsefnin, tengslin eða samstarfið eða afstöðuna og upplifunina á merkingu starfa, sér kannski mikilvæga merkingu í starfinu sem hann kannski sá ekki áður. Þetta hefur sýnt sig að hafi margvísleg áhrif á vellíðan starfsfólks. Þetta styrkir áhuga, virkni og hollustu, það sem heitir á ensku job engagement. Þetta styrkir ánægju, vellíðan og árangur, og þetta dregur verulega úr líkum á kulnun í starfi. Og það hefur fjölmargar rannsóknir til þess og alltaf fjölgar þeim alltaf. Á starfsmótunin hvílir á ábyrgðarskyldunni. Ég verð að vita í hvað ramma ég er. Ég get ekki farið að hræra til í þessu nema ég veit í ramman. Ég fer ekki yfir strikið, og þetta hvílir líka á gagnkvæmu trausti. Við treystum hvert öðru. Við sem erum kannski í teymi eða stjórnandi starfsmaður og starfsmaður stjórnanda og svo framvegis. Það er algjör traust það, við vitum algjörlega hvert við stefnum, en svo get ég svona hagað þessu svona til og þetta skapar verulega ánægju. Og þetta eru fjölmargar greinar og hérna er ný bók sem kom út árið 2024 og svo framvegis. Þriðji þáttur sem við ætlum að tala er þetta félagslega, stuðningurinn og traustið, samskiptin og allt sem lítur að þessu félagslega, hvernig það skiptir líka máli. Og við vorum þarna með upphaflega með þennan hugmyndafræðilega ramma. Það var sagt að stuðningur og ábyrgðarskylda skiptir máli til þess að okkur líði vel og til þess að við getum haft áhrif á störfin okkar. Hlustun, traust og uppbyggilega samskipti er það sem við köllum félagslegur stuðningur, og það er ýmislegt fleira, en þetta er svona aðalatriðin. Þetta er hinn félagslegi stuðningur á vinnustað. Og rannsóknir hafa sýnt allt frá því 1978 og 80 og það á eftir. Þá hafa rannsóknir styrkt þá niðurstöðu og alltaf komist að því aftur og aftur með mismunandi nálgun að félagslegur stuðningur í starfi, hann dregur úr neikvæðum afleiðingum þegar kröfur eru miklar en lítil tækifæri til að hafa stjórn á aðstæðum. Og það er í fjölmörgum störfum þar sem að starfsmaður getur í raun og veru ekki breytt aðstæðum. Það eru bara tiltekin áhrif sem viðkomandi getur haft, eða er einhver takmörk fyrir því, en þá kemur félagslegi stuðningurinn og dregur úr neikvæðum áhrifum sem þessar kröfur gætu haft í þessum aðstæðum. Það er mikið að gera, það er erfitt, maður getur ekki breytt því, en ef maður nýtur stuðnings, formlegs, óformlegs, bara einhver hefur áhuga á manni, einhver horfir til mann, spyr mann, eða veitir manni formlega aðstoð, eða veitir manni einhverju hugmyndir að ráðgjöf. Allt þetta hefur mjög mikil áhrif á hvernig starfsmanni farnast og hvernig hún líður. Og við skulum aðeins kíkja á þetta nánar. Þetta er nefnilega svolítið svona mikið leyndardómur í þessu, þó að þetta sé daglegt brauð og við höfum vitað þetta frá því við vorum smábörn. Ef við höfum vitund aðra, þá getum við mótað félagsleg tengsl og átt í samskiptum. Og rannsóknir hafa sýnt, og ég byggi hérna til dæmis á Stanford háskólanum, þetta eru fjölmargar rannsóknir sem sýna þetta, félagsleg tengsl auka vellíðan. Þau skapa traust, þau veita sálrænt öryggi, streita minnkar, og þetta má til að mynda tengja við hamingjuhormónin eins og oxytocin. Oxytocin verður til í samskiptum. Oxytocin verður til þegar við treystum hvert öðru, þegar við höfum áhuga á hvert öðru, þegar við hlustum, þá verður til oxytocin sem er kallað hamingjuhormón, og það er búið að benda á þetta í fjölmörgum rannsóknum, meðal annars þarna hjá Stanford.
Með félagslegum tengslum þá verður nærmaður meiri árangur í starfi. Þrautseigjan verður meiri, hamingjan verður meiri og meira segja langlífi. Og þetta hafa rannsóknir bent á aftur og aftur og hvernig félagsleg tengsl hafa beinlínis áhrif á heilsu, hamingju og langlífi. Þetta gerist nú bara með svona einföldum atriði eins og að hlusta, sýna vinsemd, hafa styðjandi umhverfi þar sem þetta er mögulegt, tækifæri til að hafa áhrifa og tækifæri til að vaxa. Slík tækifæri koma fram í félagslegum tengslum. Maður fær eitthvert umboð, maður fær eitthvert leyfi, mann er treyst til þess. Ekkert af þessu er sérstaklega flókið eða dýrt í framkvæmd. En það má styrkja það á flestum vinnustöðum vegna þess að þetta eru svo verndandi og hvetjandi þættir í vinnu umhverju skóla. Og því meira sem að maður leggur áherslu á þessa þætti, þeim meiri árangur og veljiðan. Og þetta hafa rannsóknir sýnt bara í þúsundatali og þess vegna erum við að vinna með þetta í þessu verkefni. Við getum nefnilega alveg valið það að samskiptin séu það sem við köllum hamingjuhormóna skapandi. Þau skapa hamingjuhormón, verður traust og veljiðan. Hamingjuhormónun er oft talað um að þau séu oxytósin. Oxytósin verður til þegar við sýnum hvort öðru áhuga og treystum og eins og ég var með myndina hérna áðan. Og serotónín, það til dæmis verður til þegar við finnum að við erum viðurkennd, við skiptum máli, við erum hluti af hópnum og slíkt. Allt þetta hefur mikil áhrif á hvernig okkur líður og við höfum valið. Við getum valið svona tegund af samskiptum. Félagslegu stuðningur og skýr ábyrgðarskylda eru samsagt þessi verndandi þættir í vinnustaðarmenningu skóla eins og við vinnum með í þessu líkani og þetta er leið að efla þessa þætti er leið til þess að efla traust, virkni, áhrif og valdeflingu innan ramma ábyrgðarskyldunar. Til þess að blómstra í rammanum með stuðningi og frelsi og eftirfylgd. Alveg eins og unnið er með í öllum skólum landsins gagnvart nemendum. Þakka þér fyrir, hér er pínu ítarefni. Gangi þér mjög vel.